Hvað kostar að taka lán? Það er nefnilega ekki ókeypis. Ef ég tek eitthvað lán þá fæ ég penning, ég þarf að borga hann tilbaka. Ég þarf að borga vexti, yfirleitt eru vextirnir gefnir upp í vöxtum á ári, einstaka sinnum í vöxtum á mánuði. Það er einhvers konar lántökugjald og oft er einhvers konar þjónustugjald. Ég ætla að reikna hérna smá dæmi fyrir ykkur. Höfum þetta frekar einfalt. Ég tek lánið pluss þjónustugjaldið. Þetta er 1.010.000 sem ég þarf að reikna 10% vexti af. Það er bara að taka 1,0 í burtu. Þannig að ég þarf að borga 110.000 í vexti. Og þetta er fyrir heilt ár. Við skulum gera ráð fyrir þetta séu 12. Þannig að það sé 12.000 í þjónustugjöld fyrir þetta ár. Hér er ég ekki að gera ráð fyrir neinum afborgunum af því ég er ekki að velta fyrir mér þeim útreikningum. Ég á önnur myndbönd þar sem ég útskýri það. Þannig að til þess að sjá hvað lánið yrði á næsta ári, þá þyrfti ég að taka þetta og þetta og bæta þið við og byrja upp á nýtt. Reikna nýja vexti, þjónustugjaldi væri reyndar það sama. En við skulum bara reikna. Hvað er þetta eftir heilt ár? Þetta er 1.123.000 krónur. Þannig að ég fékk 1.000.000 en ég þarf að borga, ef ég ætla að borga þetta eftir ár, 1,1 milljón rúmlega. Hvað þýðir það? Jú, það er 123.000 króna kostnaður. Því ég fékk bara 1.000.000, ég þarf að borga þetta. Já, hvað er það mörg prósent af upphaflega láninu? Já, þá þarf ég að gera það deilt með láninu. Það er svona sem er 0,123 sinnum 100 eru 12,3%. Þetta er það sem kallað er hlutfallstala kostnaðar. Eða hlutfallstala vaxta, þetta heitir alls konar. Þetta segir mér að fyrir hverja 1.000.000 sem ég tek, þá þarf ég fyrir fyrsta árið að borga 12,3%, ekki 10%, heldur raunverulega 12,3%. Því það eru gjöldin sem ég þarf að borga vextir pluss annað. Það er skylda þegar við tökum lán á við fáum að sjá þessa tölu. Og það er líka ákveðna reglur þessi tala má ekki vera nema ákveðið há. Ef hún verður of há þá er lánið ólöglegt. Því að við eigum ekki að vera að borga allt of mikið. Ég hefði getað haldið áfram, reikna fleiri ár og safna þessum kostnaði saman. En ég tek alltaf samtalskostnaður sem er þá annarkvort, þá tek ég allt sem ég þarf að borga, dreg lánið frá, tek þann mismun sem er þá þessi tala deilt með upphaflega láninu eða finn bara kostnaðinn saman og það deilt með upphaflega láninu til þess að fá tugabróti sinnum 100 til þess að breyti prósent. Svona finnum við hlutfallstölu kostnaðar. Þetta er raun kostnaðurinn á bakvið lánið og sjáu þið 1.000.000 bara eitt ár, ég þurfti að borga yfir 100 áskall í eitthvað sem er bara kostnaður, ég fæ ekkert fyrir.